ekki ánægður með þessa niðurstöðu hérna og hann bara strunsar hér af velli á þess að tala við kóng eða prest. Bara verið... Sjá hann þarna. Ég held að Gústi Jó var að leita á honum, alltaf að taka höndina á honum. Já, það... Það var búið að rjúka úr honum aðeins á bekknum, þannig að maður sá alveg að það voru mikla tilfinningar í þessu, en það eru með 1 stig, þannig að ég ætla bara að vona að hann hafi farið inn í klefa í staðs að gera eitthvað af sér þarna eða segja eitthvað og svo hefur hann bara komið og tekið viðtölin seinna. En kannski það sem að líka, sonur hans, Baldur Fritz, hann fær að líta rauða spjaldið. Þetta rétt á undan. Þetta enn eitt brotið sem menn leggja stofana. Þetta 4. brotið? Já, þetta 4. svona og honum refsa fyrir það. Vissulega fær hann 2 mínútur varnarmaðurinn, réttilega. Þetta Hann dregur hann niður, sko. Þarna hann liggur bara honum. Og nánum ykkur í samloku, þetta líka hættulegt, þú veist. En ef hann hefði sleppt í að slá frá sér... Já, þetta átti bara ekki að slá. Skiptir það einhverju máli? Mér finnst nú líka... Auðvitað átti ekki að slá frá þér, það bara þannig. Auðvitað átti ekki að gera það. Hann er svona stríkur hann, sko. Hann er rosa lengi samt að finna fyrir þessu höggi. Ég held að hann meiddist sig ekki neitt. Valsarinn, hann bara sýnir aðeins hann hafi svona fengið hann í sig, sko. En hver er munurinn að vera ít honum af sér eða slá frá sér, sko, þegar þú lendir svona. Ég skil alveg strákinn, sko. Þegar hann hendir sér ofan á hann og þú ert einhvern veginn í einhverju samloku þarna undir, sko. En ég held að segja, þú veist, þetta er náttúrulega réttu dómurinn. Bara ég fegin að dómarinn sé að taka á þessu að það sé verið að leggjast ofan á menn hérna trekk í trekk í deildinni, sko. Bjarni Ófeigur startaði þessu trendi og hann er búinn að biðjast afsökunar að hætti þessu.